Ísland land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonanna birtu þú sér. Góðan og blessan daginn, velkomin í þátt 1 af 6 Aflandskjör, þar sem við tölum við helstu frambjóðendur í næstkomandi kosningum. Og einnig verður smá spaug þar á milli. Þessi þættir verða til að hjálpa ykkur áhorfendum til að sjá og meta formenn flokkana. Núna lítum við til Gunnar Smára, formann Sósíalistaflokksins. Hér kominn með Gunnar Smára Egilsson, formann framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins. Hver helsta stefna Sósíalistaflokksins í þessum kosningum? Við viljum auka vald almennings en minnka vald auðvaldsins. Við höfum lagt fram þessum tilboð í svona ýmsum málaflokkum. Við erum með stefnu í húsnæðismálum sem að byggja 30 íbúðir á 10 árum. Byrja að byggja fyrir fólki sem í mestum húsnæðisvanda. Við erum með stefnu í skattamálum. Við erum skattleggja hinn ríku en lækka skatta á almenning. Við erum taka kvótann af sækriðunum. Við búa til fiskiþing, þannig að almenningur komi saman og móti fiskveiðistefnuna til lengri tíma. Við viljum kljúfa niður stórfyrirtæki sem þar eru. Þetta er 3 mál. Hver svona helsta stefna ykkar í garð umhverfismála? Fyrirtækin og auðvaldið mengar og það mengar mikið vegna þess að þau hafa öll völdin og geta eiginlega bara vaðið yfir allt og haft þetta eins og þau vilja. Orkuskiptin sem margir flokkar hafa rætt. Eru þið með eða á móti henni? Nei, við erum fylgjandi orkuskiptum. Og talandi við höfum sögu í orkuskiptum í Íslandi sem hitaveita Reykjavíkur. Það sem áður var brennt kolum, að það var skipti yfir í húshitunin var með heitu vatni og það var samfélagslegt verkefni sem að sveitarstjórn stóð fyrir og sýnir það hvað almannavaldið, sveitarstjórnir og ríkisvald geta gert stóra hluti. Nú þegar fasteignaverð hærra en nokkurn tímann, hvernig ætlið þið að laga það fyrir ungt fólk? Fasteignamarkaðurinn tvískiptur og annars vegar með bara hinn villta markað sem að stór byggingafyrirtæki raunverulega stjórna og svo ertu með markað sem að fólk varið fyrir sveiflum markaðarins. Það eru félagslegt húsnæði, getur verið húsnæði fyrir öryrkja, getur verið húsnæði fyrir fólk sem getur ekki lifað á þessu markaði. Hlutdeild félagslega hlutans á Íslandi allt og lítill, miklu minni heldur en alls staðar annars staðar í heiminum. Við viljum stækka þann hluta húsnæðismarkaðarins sem að óháður sveiflum á fasteignaverði á hinum óheftamarkaði. Þetta mun síðan búa til slaka á hinum markaðum vegna þess að það er svo mikið fólki sem að fer af þessum markaði yfir á hinn vendaða markað og þar alveg ætti húsnæðisverð á almenna markaðum að lækka líka. Hvernig ætlið að takla COVID ef þið farið í ríkisstjórn? COVID náttúrulega fyrst og fremst verkefni í sóttvarnayfirvalda. Við höfum enga svona sérstaka stefnu í sóttvörnum, við erum stjórnmálaflokkur. Hvað á að gera í innflytjendamálum? Við fögnum innflytjendum. Þannig að valkostirnir eru 2. Annars vegar fáum við innflytjendur og þá getum við viðhaldið öldrunarþjónustunni og öllum grunnkerfunum okkar og velferðinni. Eða ef við fáum ekki fólk til þess að flytja hingað inn, þá verður það orðið gríðarlegt vandamál fyrir okkur hvernig ætlum við að standa undir þeirri velferð og því afli í samfélaginu sem við þurfum. Hvernig á að bæta atvinnulíf hér á landi? Þú ert svo sem búin að svara þeirri spurningum. Eitt sem ég mætti segja í sambandi við það sem maður mætti helst gera er að auka völd fólks á vinnustað. Það er þannig að við þykjumst búa í lýðræðis samfélagi og ef við tökum bara venjulegan dag að þá sefur í 8 tíma og svo ertu með fjölskyldunni og í tómstundum og bara endurnæra þig líkamlega og andlega og svo ertu í vinnunni í 8 tíma. Og það gengur ekki þannig að þegar þú ferð í vinnuna þá gangir inn í eitthvað einræðisríki þar sem að kallinn sem á fyrirtæki bara stjórna öllu og allt verður að vera eins og hann vill. Við viljum auka völd starfsfólksins þannig að það hafi eitthvað að gera á þessum tímum sem það er í vinnunni. Að verkafólkið, starfsfólkið, allt hafi eitthvað völd. Hver er ímynd þín af verkamannabústaðum sem þið hafið oft talað um? Það er bara frábær. Það er mjög gaman
bæði að lesa sögur fólks sem að flutti inn í verkamannabústaðina á Hringbraut af því að þeir voru svo mikil bylting. Við viljum gera eins og var gert í gamla daga, að byggja gott húsnæði eins vel að við getum með bara besta arkitektúr og bestum efnum og besti nýtingu sem að mögulegt fyrir fólk sem veður ekki peningum. Hver stefna ykkar í garð heilbrigðismála? Við erum almennt heilbrigðiskerfi, gjaldfrjálst almennt heilbrigðiskerfi sósíalísk krafa frá síðustu öld. Á einu svokallaða nýfrjálsíutíma þá hefur verið horfið frá þessu. Það tekin inn gjaldtakan í heilbrigðiskerfið og það svona hugmyndur það að þetta getur orðið góð business, að einkavæða þetta. Við viljum bara viðhalda henni gömlu kröfu að heilbrigðiskerfið eigi að vera almennt, opið fyrir alla. Sósíalistaflokkur Íslands stjórnmálaflokkur almennings á Íslandi. Markmiðið samfélagsfrelsis, jöfnuðar, mannhelgi og samkenndar. Sósíalistaflokkur Íslands flokkur launafólks og allra þeirra sem búa við skort, ósýnileika og valdaleysi. Andstæðingar Sósíalistaflokks Íslands auðvaldi og handbendi þess. Vettvangur Sósíalistaflokkur Íslands breið stéttabardagar sem hafna málamiðlunum og falskri samræðu. Hvað hugið þið í velferðarmálum á þessu kjörtímabili? Velferðarmálum áttu við þá stuðning við þá sem að standa verst. Það sem að nokkur atriði. Fyrst að það erum við á móti því að skattleggja fólk sem að núna grunnlífeyrinn eitthvað 240.000 krónur en samt tekinn peningur í skattin. Þannig að við vitum að fólk getur ekki lifað út mánuðinn að þessu. Þetta fólk sem bara í vandræðum með að eiga fyrir mat síðustu daga mánaðarins. Samt kemur fjármálaráðherinn og tekur skatt af þessu fólki. Við viljum bara stoppa þetta. En við viljum líka hækka örorkubætur, grunneftirlaunin, atvinnuleysisbætur upp í lágmarkslaun sem eru 351.000. Það sé engin með lægri laun í það. Haldið þið að kosningarnar muni fara ykkur í hag? Já, ég held það. Hvaða flokkar væri sósíalistaflokkurinn helst til að vinna með í ríkisstjórn? Verka við sinnum í Samfylkingunni, samvinnumönnum í Framsókn, félagshyggju Pírötum, réttlæti sinnum í Flokki fólksins og sósíalistum í VG. En við erum mjög erfitt með að sjá okkur í samstarfi við það sem við kallum auðvaldsflokkana, sem hlýsa á þeim, sem hugsa samfélagi þannig að þú verður fyrst að bæta hag þeirra sem að hafa það allra best. Það Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Viðreisn. Það er gaman að tala við þig. Þú ert mjög efnilegur spyrill. Ég heiti Jóhannes og ég hef gaman af pólitík og mér hefur alltaf langað að taka þátt í því. Ég á engin börn eins og ég mun samt fá þau einhvern tímann, engar áhyggjur. Ég á heldur enga eiginkonu. Það líka dálítið vandamál hjá mér. En þetta mun allt koma, mér hefur alltaf langað að eignast fjölskyldu. Við skulum ekkert fara neitt persónulegt inn í þetta, persónulega inn í þetta. Ég vakna á morgnana, ég á einn yngri bróður sem veit ekki alveg hvað á að gera með hann algjörlega atvinnulaus. Fer stundum í heimsókn til móður okkar, en huggar mig stundum. Ég hef nefnilega mín eigin persónuleg vandamál. Ég horfi stundum á kettlingar gera skemmtileg hljóð á samfélagsmiðlinu Twitch. Ég mjög gaman af hönnun á húsum, sérstaklega hjá þeim nýju, voða falleg og búum til nýjum efnum eins og stáli og svona, mikið litríkt. Ég hef sérstaklega líka gaman af þessu húsi.
Ég hef samt ekki nógu mikið gaman af gróðuri, svona eins og trjám og runnum, bara sérstaklega ekki görðum, eins og Klambratún. Svo ég líka ekki til í að vinna með öðrum flokkum, sérstaklega ekki Vinstri grænum, ekki heldur Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum. Umhverfið svo ljótt. Við verðum að gera það betur. Vorkenning hungurmorða. Fyrir þig, börnin og rónana. Núna erum við komin í fjármálaráðuneytið að tala við núverandi fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson og formann Sjálfstæðisflokksins. Og núna skulum við vinda okkur í það viðtal. Ég sit hérna með Bjarna Benediktsssyni, núverandi fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins. Og fyrsta spurning bara svona, hver helsta stefna Sjálfstæðisflokksins í þessum kosningum? Já, í þessum kosningum erum við að leggja áherslu á nokkur mál. Fyrst myndi ég vilja nefna efnahaginn. Við þurfum áfram að byggja upp sterkan efnahag á Íslandi fyrir heimilin og fyrirtækin og það gerum við með því að halda sköttum lágum, leggja áherslu á að skapa hér nýja atvinnu og þannig getum við byggt upp landið á sama tíma og við njótum efnahagslegs stöðugleika. Nú í öðru lagi erum við að leggja áherslu á heilbrigðismálin. Við erum að leggja mikla áherslu á að sækja fram á því sviði og við viljum einfaldlega vera með fyrsta flokks heilbrigðiskerfi. Við þurfum að halda áfram að fjárfesta í kerfinu, við þurfum að fara að leiða inn tæknilausnir, tryggja gott flæði milli einkageirans og opinbera geirans og viljum hugsa heilbrigðiskerfið út frá þörfum þeirra sem eiga að njóta. Við trúum því að við getum orðið fyrirmynd fyrir aðra þjóðir í orkuskiptunum. Það gengur einfall út á það að við hættum að flytja inn olíu. Hún geti fært sig smám saman yfir í umhverfisvæna orkuvalkosti. Ekkert síður þurfum við að skoða möguleika á að nýta vindorkuna. Þetta eru svona 3 stór mál sem ég myndi kannski vilja setja á oddinn. Hver helsta stefna ykkar í garð umhverfismála og hvað á að gera? Þessi nýja skýrsla bara að koma hérna bara fyrir mánuði síðan. Já, við erum stolt af því að hafa í raun og veru setið í ríkisstjórn sem að kláraði fyrsta skipti aðgerðaáætlun vegna loftslagsmálanna og það sem meira er við höfum fjármagnað hana mjög vel. Við höfum sett stóraukna fjármuni í umhverfismálin í okkar ríkisstjórnartíð. Við þurfum að hugsa upp á nýtt allt frá heimilissorpinu, hvernig við byggjum upp betra hringrásarhagkerfi á Íslandi, gerum minna því að urða, þurfum líka að huga landnotkunin í landinu. Hefur til dæmis verið bent á eitt dæmi hér nýlega á Íslandi þar sem að við getum verið að framleiða eldsneyti sem að myndi draga úr losun í útlöndum sem að jafngildir því að við höfum dregið úr allri losun Íslands. Nú þegar fasteignaverðið er hærra en það hefur nokkuð tíma verið. Hvernig ætlaði að laga þetta fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur? Vextir hafa lækkað og hafa aldrei í sögunni verið lægri. Það mjög jákvætt fyrir fyrstu íbúðarkaupendur. Í öðru lagi hefur fasteignaverðið hækkað vegna þess að laun hafa einfaldlega verið að hækka og kaupmáttur hefur vaxið. Fólk getur keypt meira og þegar laun hækka í landinu þá fylgir oft byggingakostnaðurinn líka. Það fólk að byggja húsin og byggingakostnaður hefur verið á uppleið. Það sem við höfum viljað að gera fyrir ungt fólk sem að koma inn á húsnæðismarkaðinn er að hugsa þetta fyrst og fremst út frá því hvað fólk vill gera og langflestir þeir vilja eignast eigið húsnæði. Hvernig viljið þið bæta ferðaþjónustu hér á landi? Ég myndi segja að við ættum að halda áfram að byggja upp innviði fyrir ferðaþjónustuna allt land. Þannig að þeir ferðamenn sem að hingað koma, þeir dreifist allt land og það mun bæði gera okkur kleift að taka við fleirum. Þeir verða ekki allir á sama blettinum og það mun tryggja að það kemst líf út allt land í sveitirnar og byggðirnar. Hver er ykkar skoðun á nýrri stjórnarskrá? Já, ég er þeirrar skoðunar að við höfum ekki þörf fyrir það að endurskrifa stjórnarskrána. Við höfum góða stjórnarskrá sem að við höfum bæði komist nýlega í gegnum heilt fjármálahrun. Þannig að það er engin þörf í mínum huga til þess að endurskrifa eða kasta gömlu stjórnarskráni. Gamla stjórnarskráin er bara, það vill svo til að það er gildandi stjórnarskrá. Það er okkar stjórnarskrá. Það er stjórnarskráin okkar. Nýja stjórnarskráin er ekki til.
Hún bara hugmynd að breytingum á stjórnarskránni. Nú hefur samt verið gerð könnunir og meiri hluti af þjóðinni vill nýja stjórnarskrá. Svo hvað finnst þér það? Það hefur verið gerð ein rökræðukönnun sömuleiðis sem að sýndi niðurstöður sem að gengu í hina áttina. Það að segja að það var ekki sterkt ákall eftir róttækum breytingum og þegar var kafað dýpra þá sá maður það að það má lesa ýmislegt út úr könnunum allt eftir því hvernig þær eru lagðar upp. Finnst þér þetta að fara í nýja þjóðaratkvæðagreiðslu? Það eru alveg nokkur ár síðan svo var gerð. Nei, ég tel að við eigum að virða stjórnarskrána sem er í gildi og hún segir að það sé hlutverk Alþingis að taka máli til umfjöllunar og við getum vel breytt stjórnarskrána, við þurfum ekki fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Sjálfstæðisflokkurinn telur hlutverk sitt að vinna í innanlandsmálunum að viðsýna þjóðlegri umbótastefnu á grundvelli einstaklingsfrelsis og atvinnufrelsis með hagsmuni allra stétta fyrir augum. Hinn hluti sjálfstæðisstefnunnar er sögulega arfleifð sjálfstæðisbaráttu Íslendinga að Ísland eigi skilyrðislista við sjálfstætt ríki. Hvernig ætlið þið að takla COVID-faraldurinn? Þið hafa nú alveg gert það, en ætlið þið að halda áfram þessu sama treysta vísindunum ef þið fara aftur í ríkisstjórn? Já, ég held að það hafa nú reynst okkur vel og getum verið stolt af þeim árangri sem við höfum náð, bæði í því að verja efnahag heimila fyrirtækja og heilsu landsmanna. Og með þá reynslu í farteskinu þá held ég að við munum bara taka enn betri ákvarðanir í framtíðinni. Hvað aðgerðir á að gera í innflytjendamálum? Innflytjendamál er stór málaflokkur. Það sem við höfum að gera í innflytjendamálum að við byrja bara á hælisleitenda hlutanum er að við þurfum skilvirkara kerfi til þess að bregðast við umsóknum og ef menn er að sækjast eftir alþjóðlegri vernd á Íslandi sem að bersýnilega mun ekki fást samþykkt samkvæmt efni málsins og lagt fyrir upphafi, þá þurfum við að gæta okkar að því að vera ekki með svo flókið kæruferli að það getur tekið mörg ár að fá niðurstöðu í málum. Hvernig á að bæta atvinnulíf hér á landi? Já, það er góð spurning hjá þér. Það hefur tekist hjá okkur ágætlega núna að endurheimta mörg störf. Það hafa 10.000 manns farið af atvinnuleysisskráni á þessu ári en í grunninn þá trúi ég því að samskipti við opinberar stofnanir séu einfaldar, það sé ekki of flókið að stofna fyrirtæki, fá leyfi og ef við gerum þetta, höldum sköttum hóflegum og leggjum áherslu á að styðja við alls konar nýsköpunarstarf eins og þessi ríkisstjórn hefur gert og við þurfum að gera meira af og halda áfram, sækja fram, þá held ég að við séum bara með svo margt klárt fólk á Íslandi sem hefur svo margar góðar hugmyndir að við munum bara spjara okkur vel. Ég vil bara einfaldlega að fólk geti farið út í daginn og ofboðslega stolt af því að vera Íslendingar, vitandi það að það er allt gert hér á landi bara til fyrirmyndar. Hvað á að gera í heilbrigðismálum, heilbrigðisvandanum hér á landi? Já, við erum að byggja nýjan þjóðarspítala eða nýtt þjóðarsjúkrahús og það er svona stærsta fjárfesting sem við höfum nokkur sinni ráðist í. Það er eitt af stóru verkefnum okkar í heilbrigðismálum á næsta árum að ljúka byggingu Landspítalans. Síðan þurfum við að losa alls konar svona flöskuhálsa sem eru í kerfinu í dag sem valda því að sjúklingar eru fastir á einum stað og komast ekki á næsta stig. Við þurfum að tryggja gott samstarf milli opinbera geirans og einkageirans, tryggja að það sé ekki á dýrt að sækja heilbrigðisþjónustuna, það á að vera greitt aðgengi heilbrigðisþjónustunni fyrir alla, óháð efnahag. Á að ríkisvæða eða einkavæða? Ég held að sé ekki þörf á að gera mikla breytingar þar. Við erum með einkarekna starfsemi í stórum stíl, tannlæknar, sjúkraþjálfarar, margir sérfræðilæknar eru að starfa sjálfstætt og það hefur bara gengið vel. Nú er undirmönnun á Landspítalanum og það er ekkert endalaust hægt að setja bara fjármagn inn. Við verum einhvern veginn að laða fleira fólk að þessum störfum inn á Landspítalanum. Hvernig á að gera það? Það sem við höfum gert hérna í þessu ráðuneyti á undanförnum árum er að taka þátt í nýjum kjarasamningum við þetta starfsfólk sem hefur haft í för með sér töluvert mikla breytingar,
Bæði hafa kjörin batnað með sérstökum samningum og svo höfum við líka verið að gera breytingar til dæmis á vaktavinnu fyrirkomulaginu sem var óvinsælt. Nú hefur þú verið fjármálaráðherra síðustu 4 ár og Sjálfstæðisflokkurinn verið í ríkisstjórn bara mörg ár. Hvaða flokkum verður helst með? Mér hefur líkað ágætlega í ríkisstjórninu sem við erum í og ég hef svona sagt sem svo að ef að þessi flokkar halda meirihlutanum sem þeir hafa núna á þingi þá finnst mér það alveg komið til greina sem stjórnarsamstarf áfram. Nú ef það myndi ekki ganga eftir þá myndi ég horfa til flokka sem eru á miðjunni og hægra megin við miðjuna í íslenskum stjórnmálum og ég myndi spyrja mig hvort að það væri flötur á því að starfa með þeim. Og svo eru flokkarnir á vinstri vægnum eins og Píratar og sósíalistar, Samfylkingin sem að ég sé ekki að við munum geta starfað með. Ertu ánægður, búinn að vera ánægður í ríkisstjórn undir 4 ára og hefur Sjálfstæðisflokkurinn náð mörgum af ykkar stefnumálum sem voru fyrir kosningar 2017 inn á dagskrá í ríkisstjórn og þingi? Já, þakka þér fyrir. Ég ætla bara að segja, já, ég hef bara verið mjög ánægður og ég er bara mjög stoltur af því hvernig við erum að skila af okkur núna og farandi inn í kosningar. Núna var ríkisstjórnin, eða þá eru efasemdir í byrjun þessa ríkisstjórn af því að Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir eru svona sitthvorn endanum á bolnum. Hvaða mál finnst þér að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki náð inn? Já, þú spyrir nú ekki lítilla spurninga. Sko, ég held að ég verð að segja að það eru mikil vonbrigði að þessar ríkisstjórn skyldi ekki hafa tekist að ljúka rammaáætlun á þessu kjörtímabili sem er svona ákveðið grundvallarskjal sem að við byggjum okkar framtíðarsýn orkunýtingu og vernd til næstu ára á. Ég veit ekki, ég get eiginlega ekki sagt að það sé einhver sérstök mál sem við brunnum mjög heitt fyrir sem ekki klárust nema það væri svona ákveðin frelsismál eins og til dæmis að heimila netverslun með áfengi. Haldið þið að kosningarnar munu fara ykkur í hag? Já, við erum alltaf sigurviss. Það er í okkar DNA að vera bjartsýn og hafa trú á okkur og framtíð landsins. Þetta getur ekki farið nema vel. Er eitthvað sem vilt segja að lokum? Nei, ég verð bara að segja það að þessi umgjörð ykkar hérna er bara til háboruna fyrirmyndar og hérna er maður bara að ræða við mann sem gæti alveg verið að vinna á Ríkisútvarpinu og stjórna Kastljósþætti. Takk fyrir það. Já, þetta var Bjarni Benediktsson. Við þakkum nú kærlega fyrir að gefa sér tíma. Í þessum þætti ræddum við Bjarna Ben, fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins. Gunnar Smára Egilsson, formann Sósíalistaflokksins. Og í næsta þætti munum við ræða Þorgerði Katrínu og Þórhildi Sunnu. Já, takk fyrir að horfa og við vonum að þetta hafi hjálpað ykkur við að kjósa. Ísland er land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland er landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonanna birtu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skrúði. Ísland með blikandi norðljósa trá. Ísland er feðranna afrekum hlúði. Ísland